Ásmundur Einar Daðason, vertu velkomin til mín í spjallið. Takk fyrir. Gaman að sjá þig. Sömuleiðis. Þú ert í kosningabaráttu og það er svona á brattan að sækja. Ég var að sjá í einhverjum fréttum með nýjustu könnunum að það er hreinlega gæti gerst að allar helstu kanónur Framsóknarflokksins, það er að segja formaðurinn Sigurður Ingi, varaformaðurinn Lilja Alfreðs og þú, Ásmundur Einar Daðason, gætur hreinlega bara fallið út á þingi. Hvernig horfir þetta við þér? Þetta er erfitt. Já, það er brekka í þessu og en hún er samt einhvern veginn ekkert mikið meiri heldur en hún var fyrir 3 árum síðan. Þegar ég flutti mig úr Norðvesturkjördæmi í Reykjavík að þá var nú brekkan sambærileg en það er alveg ljóst að kosningarnar á þessum tímapunkti þær eru klárlega brekka og við erum á fullu svona að segja frá því sem við höfum verið að gera og það er auðvitað líka þannig að þegar við erum við hefðum viljað sjá að stýrivextina fara að lækka áður af því við vitum að hagkerfi er að rísa, nú var verið að lækka. Já, það er réttir leið og nú var verið að lækka stýrivextina bara í 50 punkta. 50 punkta og skipti máli, þannig en þetta er samt mjög gaman. Það er gaman að fara og hitta fólk og ég trúi því að ég nái þannig atkvæðum að ég verði inn á þingi eða ég brenn allavega fyrir það og langar til þess að berjast áfram svona í þeim málum sem ég hef verið að helga mig. Já, þú sópaði náttúrulega að Framsóknarflokkum fylgi síðast og varst með góða stefnu og það er mikið til þér að þakka sá kosningasigur sem að Framsókn náði á þeim tímapunkti þegar það var ekkert sérlega bjart útlitið en það er svolítið erfitt að endurtaka leikinn svona 2 kosningar í röð. Já, ég held að þetta, Framsóknarflokkurinn hefur í gegnum tíðin þetta hefur ekki verið sterkasta víans Reykjavík, en og það er alveg rétt og hefur ekkert breyst í því að ég brenn fyrir málefni ungs fólks, barna og sérstaklega þeirra barna sem er í viðkvæmri og erfiðri stöðu. Og má kannski svolítið segja að ég menna þegar ég fór í þegar ég fór í það að vilja verða barnamálaráðherra á sínum tíma, þá fannst nú mörgum það ansi skrítið og og var meðal annars gert grín að því. Ég held að Brynjar Níelsson hafi meðal annars talað að hann ætti erfitt með að venjast þessu vegna þess að það þyrfti ekki sérstakann róluvalla ráðherra og það væri óþarfi að hafa ráðherra sem væri að velta fyrir sér róluvöllum. En ég nú finnst mér hins vegar eins og umræðan sé í meira mæli að snúast málefni barna og ungs fólks. Mér finnst eins og bæði konur og kallar séu að leggja aukna áherslu á málefni barna og ungmenna og það er auðvitað eitthvað sem að mig langaði til þess að gera. Já, við ætlum klálega að ræða það betur. Að styrkja það, þannig að ég fagna því en engu að síður ég brenn ennþá gríðarlega fyrir þessi mál og það er það sem fær mig til þess að vakna á morgnana og mæti vinnuna. Það er augljóst að Brynjar Níelsson hefur vanmetið þig svakalega en ég vil meina að það hefur verið þú og engin annar og þessi barnastefna þín sem að kostaði Brynjar Níelsson þingsætið. Hann var í sama kjördæmi og þú og ég veit marga sem að kjósa Sjálfstæðisflokkinn oft og þeir ákveða, nei, ég ætla að setja þetta á Ása núna. Þannig að það er, ég myndi segja að hann hafi vanmetið alls svakalega leikskóla rólu alla stöðuna. Já, ég held að það séu og svolítið líka, ég meina, við erum alin upp við það í gegnum bara aldirnar að vera svona hörða af okkur og vera svolítið naglar og það er engin alvöru kallmaður nema hann bara svona hafi verið á sjó og þú veist allt þetta. Já, ég er sammála því. Já, þú getur verið sammála því, vegna sem við vorum að ræða það að þú hefur prófað það. Ég hef ekki gert svo frægur að prófa það. En undir niðri held ég að sé svona að aukast aðeins mýktin í samfélaginu og við erum svona að ná að jarðtengja meira og þú veist og mér finnst við kallarnir, ég hitti fleiri og fleiri alltaf bara og hef gert síðustu 2, 3, 4 árin sem bara gefa svo að tala við mann í sundi og í gufu og út í búð og eru svona með mýkri áherslur og eru að hugsa meir börnin og þessi svona atriði sem kannski var svolítið á árum og áratugum áður eitthvað svona sem var svolítið tabú að tala um. Já, og það klálega það er augljóst að eins stærsta breytingin er að
pappar og karlar hafa miklu meiri aðkomu að uppeldi barna heldur en þeir gerðu áður. Já. Þannig að það eflaust mýkir. Og þá verðum við svona mýkri, sko, og það er, það er góð saga sem tengist þessu þegar var verið að setja fæðingarorlofskerfið á sínum tíma og það var nú, ráðherra Framsóknarflokksins, Páll Pétursson, sem var þá ráðherra Framsóknar á sínum tíma, sem að flutti þau lög og það lagafrumvarp og þegar að það kerfi var að taka gildi, það er ekkert margir áratugir síðan, þá var það bara þannig á vinnustöðum, ef þú varst á kaffistofunni á vinnustæðnum og sagt ég ætla að fara að taka fæðingarorlof og þá bara fussuðu kallarnir og sögðu hvað áttu ekki konu? Hvern fjandarnir þú varst báðið þessu, sko. Svolítið magnað þessi gamli. Þetta hefur gjörbreyst, sko, og það var kannski ekki fyrr en að sú kynslóð sem var þá fór að verða afar, að þá svona myrnuðu þeir og fóru að sjá eftir því að hafa ekki séð meira af börnunum sínum, þú veist. Og þetta held ég hafi líka, og mér finnst við kallarnir vera að gangi í gegnum alveg óbóðslega umbreytingu, sko, skilurðu, og að þora vera einhvern veginn bara vera meir og mjúkur og þessi atriði. Mér finnst það, þú veist, það er að verða alvöru kallmennska, sko. En hvernig gengur þér, til dæmis að eyða tíma með börnunum? Ég meina, ráðherrajobbið er mjög tímafrekt, ger ég ráð fyrir. Ég veit að ég hef sko rosa lítinn tíma mér vantar miklu fleiri klukkutími í sólarhringi minn. Það er eflaust þannig líka með ykkur ráðherrana. Hvernig gengur þér að eyða tíma með börnunum og bara hjálpa þeim að lesa heima eða gera eitthvað með þeim? Það er oft áskorun, sko, og það er í rauninni það sem að mér finnst fórnin mest við það að vera í svona intensífu starfi, það er að geta ekki verið meira með börnunum. Það hefur samt lagast vegna þess að ég bjó upp í Borgarnesi, fluttum núna fyrir 2,5 ári síðan til höfuðborgarinnar á höfuðborgarsvæðið og og það hefur auðvitað gjörbreytt, þegar maður var í Borgarnesi þá varstu ofta að fara bara áður en þau vöknuðu á morgnan og komst heim eftir og sofnuðu á kvöldin, þannig að þú sást rosa lítið af þeim og ef það var einhver einn fundur eða eitthvað á laugardegi þá var eiginlega dagurinn ónýtur af því þú þurftir alltaf að keyra í bæinn, sko. Núna finnst mér ég sjá miklu meira af þeim. Það besta sem ég veit er að fara með þá yngstu í sund eða við förum saman eitthvað og bardúsum, sko. Elsta dóttir mín er að spila körfu í meistaraflokki í Fjölni. Ég reyni helst að missa ekki að leik. Ég mista leik hjá henni í gærkvöldi og það finnst mér mjög leiðilegt. Þannig að maður er svona að þetta er klárlega eitthvað sem að alveg tósar, sko, á móti og vinnur gegn því að vinna svona intensífa vinnu, sko. Það er Hvað áttu þér á börnum, í aldur og kyni? Já, 3 stelpur og við hjónin eigum 3 stelpur og svo elsta er að útskrifast úr Kvennó í vor, er 18 ára og svo ég eina sem var að byrja í Kvennó í vor og er 16 og svo ég eina sem er að verða 9 ára sem er svona eiginlega svo eina sem að nenni pappa sínum orðið, sko. En þú nefndir einhverja stráka líka? Nei, ég á 3 stelpur, bara 3 stelpur. Og það er á yngstu sem... Já, ég er alveg bara í miklu minni hlut á heimilinu. Það er bara, sérstaklega því að það er alltaf ójæmt atkvæða vegi alltaf líka, sko. Það er hafa 2 á móti 1. En segðu mér aðeins bara, hef ég svo áhugasamur svona lífsferil manna, sko, maður mann alltaf fyrst eftir bara að þú verður þingmaður Vinstri grænna. En ef þú lýsir bara aðdragandanum að þú byrjar yfir höfuð í pólitík, hvernig var það? Það var nú þannig að sko, við byrjum eiginlega þar að ég hef alltaf tekið mikið þátt í öllu félagsstarfi. Ég var náttúrulega flakkað óbúslega mikið sem barn, flutti með mömmu á milli staða, foreldrar mínir skildu, þannig að maður náði eiginlega aldrei rótum á neinum stað. Síðan ákveði ég að klára í grunnskólagöngunni hjá föður mínum í sveitinni, ákvað svo að fara í bændaskólan, búfræðinám og búvísindanám og Hvanneyri og kláraði háskólanám þar og svona hélt ég væri bara leiðin í landbúnaðinn og búskapinn og bara alveg að vinna með höndunum og skilurðu, þú veist. Í sveitinni? Já, ef maður fór að balla í Hreiðavatt, sko, þá var pabbi góður að vekja mann ekki fyrir 9 á laugardagsmorgni, sko. Skildi ekkert í því hvurslags aumingaskapur þetta væri, sko. Það er ekki miskun. Nei, þetta er bara svo sjónum. Ég meina, verkin vinna sig ekki sjálf, sko.
Og síðan svona upp úr þessu fer ég að hafa rosalega áhuga á bara samfélaginu þar og þú veist og félagslífi og félagsmálum hafði verið formaður nemyndafélags á Hvanneyri og stúdentaráðs og stjórn Bandalags íslenskra námsmanna, þú veist bara tekið þátt alltaf í öllu og svo hafði ég verið kosningastjóri, afi minn sem að var vestur í Dölum, faðir minn bjó sérst hjá ömmu og afa og hann var ofboðslegur sósíalisti og mikill vinstri maður, bara það var bara Stalín númer 1 og maður ólst upp við þetta sko og meðan það var mikið framsóknarót svona í hina ættina og í sveitinni þarna og svona og ég fer svona að þvælast í kringu pólitíkina með Jóni Bjarnasyni sem að var þingmaður Vinstri grænna og var síðan ráðherra og í hruninu 2009 að þá var ég í 3. sæti á framboðslista þar sem Jón hafði verið einn inni sko. Vinstri grænir höfðu verið með 1 þingmann í Norðvesturkjördæmi og ég var í 3. sæti og fór inn sem uppbóta þingmaður klukkan 8 morgunin. Og þá var ég bara komin inn í pólitík og þar vorum við að berjast sko gegn ESB, alveg harður. Og hvað varstu gamall 2009? Þarna var ég 26 og alveg harður að berjast gegn ESB. Heimssýn var síðan formaður Heimssýnar og meðan ég var í stjórnarmeirihluta með VG og Samfylkingunni og þá fór alltaf rosalega í taugarnar á VG-liðum og man eftir því og þetta var rosalegur umróta tími. Ég var líka í fjárlaganefnd þegar Æsir var oddamaðurinn í fjárlaganefnd sem að gera það verkum að stjórnarmeirihlutin gat aldrei tekið út Æsir-samningana af því að það var alltaf mitt atkvæði sem réði sko. Og VG var alltaf klofið alveg í 2 hópa bara, það er nú bara að skrifa fleiri en 2 bækur það held ég sko. Já. Og þetta var rosalegu skóli sko og það fyndið, sko þegar Heimssýn var þarna þá var ég stattur á þeim staði í lífinu að mér fannst þetta vera fáránlega hallarslegt og afturhaldssamt fórbókafélag sko og því ég var svo mikill ESB-sinni þá en í dag er ég alveg sammála það er bara gúen sko ESB er bara fáránlega hugmynd þetta var auðvitað, en ég lærði rosa margt þarna vegna þess að þarna til dæmis þetta var ofboðslega átök í pólitíkinu og þeir sem halda þessu átök núna hafi verið síðustu árin eða eitthvað þeir hafa ekki verið greinilega 2009-13 sko. Vegna þess að átökin innan stjórnarmeirihluta, stjórn og stjórnarandstaða, þú varst með ESB-máli sem klauf þjóðin alveg niður, þú varst með ICEF-máli sem klauf þjóðin alveg niður í herðar sko, mótmæli á Austurvelli, þú veist, þetta var alveg rosalegur skóli. Og það var nú þessi stjórn, hún sótti aðild að Evrópusambandinu, VG og Samfylking, en það voru VG-liðar sem voru einarlega á móti samt. Og ég var í þeim hópi og bara taldi að þetta væri algjörsvik við það sem við höfum sagt fyrir kosningar og var ástæðan þess að ég svo að lokum gekk úr Vinstri grænum og var utan þingsum tíma og gekk svo til liðs við Framsókn og var hluti af þingflokki Framsóknar seinni hlutan af þessu kjörtímabili og fór svo í kosningarnar 2013 með Framsókn. Það var svoleiðis. Já, þannig að það var bara Já, en þetta var mikill skóli sko og mann eftir því líka þegar ég var bara 26 ára og koma nýr inn að svona einu sinni í mánuð og ég hef nú sagt frá því áður að þá að það er alveg rétt að varðolti mikið á svona gömlum eldri mönnum í stjórn Heimssýnar ég var svona kannski ekki ég var svona í yngri kantinum 26 ára en einu sinni í mánuði þá settust við alltaf niður sko til þess að ræða stöðu ESB-umsóknarinnar, það var ég Styrmir Gunnarsson sem hafði verið ritstjóri Moggans lengi og mikill er nú látinn. Mikill snillingur. Já og við urðum mjög góðir vinir sko og tengdum líka bara í gegnum andlega sko konan hans hafi glímt við mikla Alzheimer eða geðveiki og ég tengdi þar og hann var bara við urðum mjög góðir vinir. Við settum Styrmir, Ragnar Arnalds og Guðni Ágústsson. Og ég fekk svona bara andans höfðingjar. Já, ég fekk svona bara að vera þarna 26 ára og heyra þá kryfja málin í núinu og í sagfræðinu og rífast og takast á og þú veist, þetta var mjög skemmtilegt sko. Já, ég veit ekki, mitt á þessum tíma, svona var maður ekki komið nægilegan þroska til þess að bera tilhlýðilega virðingu fyrir sér eldri kannski, þú veist, og mér fannst þetta vera bara eitthvað gaman. Ég var ekki alltaf sammála þeim sko, það var alveg, ég get alveg viðurkennt það sko,
en þetta var skóli, sko. En hvað, þú segir, þú tengdir við Styrmi út af þessum erfiðleikum sem að konan hans var með geðveikjum, var eitthvað svona í þinni fjölskyldu eða? Já, ég, sko, og ástæðan fyrir ég síðan fór yfir í barnamálin tengist því nú vegna þess að ég, Styrmi skrifaði nú góða bók sem heit Ómunatíð, sem voru, sem var bara útskýring á því hvernig var lífið að búa með mannesku sem að tók stundum þannig geðrofa að það þurfti að leggja hann inn og samskipti við dætur hans og svo framvegis. Og á þessum tíma taldi ég að stjórnmálin snerust sko að vera svona þessi harði landsbyggðarmaður sko, skilurðu þú veist, landbúnaðurinn, sjávarútvegurinn, iðnaðurinn á Grundartanga og allt mjög mikilvægt sko, en var alltaf að glíma við sko svona draugana mín á ræskunni sko. Og það var þannig að þegar að foreldrar mínir skildu 5 ára þá Þú ert 5 ára? Þegar ég er 5 ára, já, og þá byggum við vestur í Dölum og mamma er ættuð þaðan og pabbi líka og þá fluttist ég með henni til höfuðborgarinnar ásamt systur minni, eldri hálfsystur og við byggum, hún bjó mjög víða, ég var í allmörgum grunnskólum. Já, af hverju var svona mikið rót á hann? Já, og hún var að glíma við, og hefur verið að glíma við bara, andleg veikindi og geðveiki, sambærilega við fleiri og áfengisneysla, ofboðslega mikið af, áfengisneysla, fátækt, ofboðslegt rótleysi, oft á tíð, makaskipti, ofbeldi á heimili, skilurðu, og allt þetta var maður svona búin að burðast með alltaf hressigaurinn, sko, og fluttum síðan til Noregs, þar sem já, með henni, og þegar við vorum búin að vera í 2 skólum þar og vorum svona leiðin í 3. skólan þar innan við ári, að þá sagði ég svona við hann að mamma, nú held ég bara, ég verða og tíðkallaskipti, ofbeldi og drykja og það sem ég hafði í rauninni ekki heldur þessa svona, vegna þess að það sem hjálpaði mér svo mikið þegar við vorum hérna var að ég fór alltaf helgar í sveitina, sko. Þú veist, til pappa, hann bjóð þar, eignaðist ekki aðra konu og bjóð þar með foreldrum sínum, og afa og svona rótgrói sveitaheimili, þar sem það sem var bara ekkert óvænt sem gerðist, sko. Skilurðu, það var bara alltaf lambalæður á sunnudögum og royalbúðingur og eftir og hlusta á dánafregnirnar eftir matinn og skilurðu, það var bara, já. Bara festa. Já, bara óbúslega festa og svona, og þegar ég er þarna þegar, já, svona vináttan okkar Styrmis, sko, byrjar að þegar ég fer svona að ræða þessi mál við hann og þá urðum við bara svo góðir vinir og ég ritaði nú í minningagrein hann þar sem að ég fjallaði þetta og sagði ég menna við erum bara vinir og deildum sín og reynslu og það skipti engu máli þó að aldursmunurinn á okkur væri ykkur, ég nú ekki talið alltaf ekki verið eitthvað 40 árið eitthvað sko. Hvernig áhrif hafði þetta á því? Ég meita, þú veist, þegar maður er 5 ára eða þú veist, alveg upp í unglingsárina þá kannski skilur ungur drengur ekki nákvæmlega hvað er að þegar móðir eða eitthvað foreldri er að glíma við svona erfiðleika. Þá svona erfitt fyrir barnið að meðtaka í raun og veru hvað er í gangi. Hvernig var þetta þegar þú lítið tilbaka svona af því að ég veit að bara hafandi sjálfur allast upp á heimili alkoholista þá einhvern veginn svona já, þetta var hið venjulega fyrir mér sko. Og það var ekki fyrir mörgum árum setna að ég fór að krifja þetta með einhverjum þerapista og svona það átt að með að segja á því að þetta hefði haft mikil áhrif á mann Þetta var rosalega áhrif á mann og þú veist og einhvern veginn að þurfa þú lærir alveg rosalega fljótt einhvern veginn að lesa aðstæður þú veist alltaf á varbergi og þú fattar það ekkert þegar þú ert svona lítill að það sé eitthvað að en þú skynjar það ef þú kemst eitthvað starf á stað þar sem þið líður vel á milli þá skynjar og bara nota bene allt sem ég er að segja hér og hef sagt áður hef ég, nú á ég bara ég ræði þetta við móður mína líka sko og þú skynjar alveg þú skynjar ef þú kemst eitthvað í jarðtenginguna
þá skynjar svona einhvern veginn að það góði, þú veist. Og hitt óeðlilegt. Já, ég hef stundu líkt þessu við, sko, þú veist með stein í maganum, sko, og hvar eru staðirnir þar sem þú losnar við steinin úr maganum, og það einhvern veginn, þú veist, það þarf oft ekkert mikið meira en það til þess að kveikja þetta, en svo það ekki að finna seinna, og ég var alltaf svona hressi strákurinn, sko, og í gegnum alla skólagöngu, grunnskóla, framhaldsskóla, alltaf verið rosalega svona félagslega opinn og svona, en á sama tíma var þetta alltaf, og var þetta að byrja að verða erfiðar og erfiðara, sko, þú veist. Var ekki drullu erfitt að vera alltaf að skipta skóla og geta ekki svona verið í sama vinahóp? Það var ofboðslega erfitt, en svo þjálfast þú náttúrulega bara upp í því líka, skilur. Og börn eru svo með mikla aðlögunarhæfni að þú þjálfast upp í því að kynnast nýju fólki, en þú nærð aldrei að treysta neinum, skilur. Þú veist, þannig að og það ekki fyrir en bara, ég meina, ég komin inn á þing og byrja svona að fatta bara, og ég orðinn þingmaður þegar ég byrja að fatta að það eru einhverju aðrir sem ég man að ég fór á fund í Alanon og settist aftast þar út í horn á 3-4 fundi, sko. Og þá fattaði ég bara, það eru bara fleiri sem eru þessi, skilurðu? Ég held, og þetta var eitthvað sem maður talaði bara aldrei um. Maður heldur að maður sé eini í heiminum. Maður heldur bara að sé engin annar, svo bara fattaru bara, Frosti svona, þú veist, þess svona, hinn svona. Það eru allir að díla við alls konar, og svo mann ég sérstaklega þegar ég opnaði mig með þetta svo, fyrir nokkrum árum síðan, sem ég hefði aldrei þórað vegna þess að það sem gerist, ég hef í rauninni verið, menn ég hef verið í stjórnmálum líka, þú veist, verið að nota þetta svolítið til þess að bara lækna sjálfa mig, sko, skilur, ég hef bara elta það sem að, elta bara það sem að mér líður vel, sko, og þegar ég kem síðan, að við tengjum það, því ég bara í þessum pólitíska ferli hef ég líka verið að þroskast sem einstaklingur og læra á sjálfa mig, og ég enn að því, skilur, og enn að reka mig á, og það sem að gerist þegar að svo hætti ég á þingi 2016, ætlaði bara að fara að gera eitthvað annað, skilur, þetta var bara orðið bara nóg, og ætlaði bara að fara að gera eitthvað annað, var búin að einsetja mér það að ætla ekki að koma inn í þinghúsi fyrir en ári eftir, og sagði við alla þegar ég labbaði út, ég get komið hérna eftir 20 ár og samt verði ég með yngstu mönnum, þannig að þú veist, og svo sprakk svo stjórn innan árs, og Viðreisn, Björt framtíð og Sjálfstæðisflokkurinn, og þá einhvern veginn axluðust hlutir þannig að ég var beðin að taka oddvita sætið, ætlaði nú ekki að gera það, en það var önnur manneskja sem hafði, Elsa Lára sem hafði verið þingmaður Akraness sem var að hugsa það, en hætti svo við, og fór hún á þing, og við náðum svona sæmilegri kosningu, ekkert eitthvað, en þannig að Framsókn fór í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokki og Vinstri grænum, og ég man eftir þegar Sigur hringir í mig og segir, Ásmundur, ég vil gera það ráðherra, en það er félagsmálaráðuneytið. En það er félagsmálaráðuneytið. Já, og ég bara, ok, hvað get ég gert úr því? Stjórnmál snúast landbúnað, sjávarútveg, verksmiðjur, vegi, þú veist, hvað get ég gert úr þessu ráðuneyti? Og ég fór alveg í hringi og hringdi meðal annars í nokkra góða vini, og ég man að ég átti samtal við Ögmundi Jónasson, af því að við höfum alltaf verið góði vinir, og sagði við Ögmundur, á ég að gera þetta? Og hann segir, já, Ásmundur, þú er gott að því. Þú er gott að því að skilja þennan heim sem í félagsmálaráðuneytinu, vegna það mun bara stækka þig. Já, og 100% rétt. Alveg rétt, og síðan fer inn í félagsmálaráðuneytinu, og ég hugsaði þetta mikið, og hugsaði, heyrðu, ok, ég ætla bara að fara inn í þetta með bara svona ákveðið æðruleysi, og bara nálgast þetta, og bara tengja svolítið við sjálf á mig, sem að ég þorði aldrei að tala um þarna, sko, og var aldrei, þú veist, ég hef aldrei setið í viðtali neinstaðar og sagt þetta móður mína eða mig eða mér hafi liðið illa og skilur bara yfir höfu, bara tæplega foreldrar mín hefðu skilið því ég var 5 ára, sko, þú veist, ég var alveg þar, sko. Já, þú opnaðir bara á þetta fyrst þegar þú fórst að tala barnamálaráðuneyti og reynda seinna, sko, vegna þess að, þú veist, svo fer ég að fara inn í ráðuneytið og ég fer að hitta og ákvaða að bara segja, herri, ég ætla bara að hugsa börnin og hvernig getum við einhvern veginn gripið fyrir krakka sem að eru, þú veist, líður þarna svona, skilur, hvernig getur kerfið
einhvern veginn unnið þéttar saman að því að grípa þessa krakka með svona óformlegum hætti þannig að hjálpa þeim og ég var alltaf að hugsa sjálf mig sko. Og og það kom allir að segja já það þarf bara að hækka barnabætur og ég segi nei það ekki þú veist í þínu tilviki sko þú sem drengur alkoholist á heimili það snýst ekki endilega afkomuna þetta snýst svona einhvern veginn innri öryggi velíða já þetta svona styrtarnet einhvern veginn og svo fer ég bara að funda alltaf með þess að tengja spönnum og fer inn í það og samhliða bara finn ég að ég svona að valdeflast í því að byrja að þora að segja fólki frá og byrja þarna líka aðeins að vinna í sjálfu mér svona til hliðar og af meiri krafti og þunga og svo finn ég líka bara að það sem að þú að þegar þú ferð að hitta fólk sem að glímir við áskoranir vegna þess að Drottinn minn dýri skjólstæðinga félagsmálaráðuneytisins glíma mjög mikið við áskoranir sko og þú veist hvort sem það félagslegar, örorkukerfinu, ofbeldi, fíkni, skilur og ég tengdi bara við þetta fólk allt sko og bara leið einhvern veginn vel að tala við það þú veist, og upp úr því fer svona bara að fer ég að þroskast eða bara að breytast og þá fer maður að fatta bara, heyrðu váma, stjórnmálin, þau snúast ekki, þú veist, þetta eru þetta kannski hörðumálin, sko, skilurðu. Og svo manni þegar ég fór í viðtal og opnaði mig með þetta allt saman og þá var það merkilegasta. Veistu hvað voru algengast að höfðu samband við mig? Nei. Það voru karlmenn yfir miðjum aldri sem að hringdu, stoppum út í búð, út í sundi og sögðu, heyrðu, bara þakka fyrir, mér langar svo að segja þér, sko, heyrðu, ég já, fyrir ekki, mér langar svo að segja þér, heyrðu, ég veit hvað ég upplifði svona þegar ég var barn, ég hef aldrei sagt neinu frá því, sko, þú veist, og þá hugsaði mér bara, vá, sko. Það nefnilega svo, magna, við vitum aldrei, sko, þegar við hittum fólk í hverju það hefur lent eða hvað það hefur upplifað og það eru svo ótrúlega margir sem að eiga einhvers konar sögu af einhvers konar, þú veist, svona, ekki sléttir í samfellu í eðlilegu uppeldi eða eitthvað, sko. Og þetta svo víða. Þetta svo víða, sko. Eiginlega alls staðar. Karlmenn sérstaklega hafa ekkert verið rosalega spenntir að tjá sig þetta. Nei, það samt aðeins að breytast, sko. Ja. Og það rosalega sterkt, sko, þú veist. Af því að, af því að ef þú getur talað þetta, og þú veist, og ég finn það alveg í dag, ég meina, ég tek lagðir og skilurðu, þú veist, og ef ég gleyma að hugsa mig og gleyma einhvern veginn að rækta þetta, þá tek ég alveg djúpar lagðir þar sem ég bara nenni ekki að fara fram úr á morgnana, sko. Ég nenni ekki, ég bara geta ekki, sko. Skilurðu. Hvernig hugsaðu þig? Hvernig, hvað gerur þú svona til þess að rækta heiða andlega eða? Það það sem gefur mér, það gefur mér, sko, leið og vinnan óbúslega intensíft, þá gefur það mér óbúslega mikið þegar ég finn að við erum að vinna einhverju sem tengist akkurat þessum börnum, sko, þú veist, og sérstaklega við getum gripið þau fyrr, ef að maður heyrir, þú veist, eða að ná árangur í því, en það sem að gefur mér langmest og ég hef nú verið, ég reyna að fara reglulega í svett með strákum sem að, með Tolla, Mortens, og með strákum sem að hann að vinna með sem eru rosalega mikið og stelpum og það eru meira strákar eða svona kallar og konur sem eru óbúslega mikið og að glíma við svona hann að vinna með strákum sem hafa komið úr fangelsum já, mikið að koma úr fangelsum og að glíma við drauga fortíðar og það einhvern veginn, þú veist, í gegnum þetta allt og það var eiginlega þannig að þegar og það var eiginlega fyrir tilvíðan sem ég kynntist Tolla vegna þess að þegar ég komin í félagsmálaráðuneyti þá ákveði hitta fólk sem væri að vinna með börnum, sérstaklega börnum í svona brothættri stöðu og hvernig getur gripið fyrir og ég sendi beiðni á Bubba Mortens og sagði, getur þú koma að hitta mig, af því að þú veist, hann hefur nú verið svona, tala mikið fyrir þessu og Bubbi kemur og við ræðum þetta og þá segir Bubbi, það bestir að tala við Tolla bróður, sko, hann svo mikið í þessu og þá talaði ég við Tolla og svo bara fór þetta svona skiluru tengjast og það gefur mér óbúslega mikið að fara þarna vegna þess að En biðurðu til Guðs eða ertu trúaður eða hvernig? Nei, ekki, en mér finnst það vera að koma svolítið,
svona eftir því sem ég hef aðeins elst að þá trúi ég meira á að það sé eitthvað Já. svona, það er eitthvað æðra og yfirnáttúrulegra, ég veit ekki, ég skilgreina það kannski ekki sem guð, Nei. en það er eitthvað æðra og yfirnáttúrulegra og ég er ég finn alveg og það er og ég finn alveg að ég er svona á smá svona tímamótum í því að mér finnst ég þurfa að fara að rækta með þess meira sko. Þetta er nákvæmlega eins og hjá mér, þú veist, ég var yngri sko alveg herskár trúleysingi og bara í vantrú og berjast gegn þjóðkirkjunni og allt þetta. En svo með aldrinum þá einhvern veginn þá fær maður alltaf meira og meira þessa tilfinningu að ég viti nú í raun og veru ekki neitt. Nei. Og maður veit alltaf minna og minna þó að maður sé að læra meira og meira. Á sjálfan sig. Já. Það er góð tilfinning og þess vegna er ég bara farin að fara með bænir og allt sko. Ok, það er ekki trúleysingi sem ég var sko. Nei, það er bara frábært. Já. Nei, ég þú veist, en ég trúi að það sé eitthvað þarna, ég veit ekki og þú veist, og mér langar að fara lengra inn í þetta og ég finna ég svona aðeins að ég þarf að rækta það meira og ég er svona orðin í smá innviðaskuld gagnvart í og þarf að gera það. En einmitt það sem þú varst að gera með Tolla, ég man eftir ég kom einhvern tímann og gerði umfjöllun þetta á Stöð 2, Bata Akademían, þú sem félagsmálaráðherra komst að því að þar var hann Tolli og félagar að setja á fót svona eitthvað úrræði fyrir fanga sem komu úr afplánun og við erum nú ennþá að fá fréttir af því að margir þeirra hafa bara í engin hús að venda en það er alltaf þetta úrræði er til ennþá það sem að fangar geta komið og er undir svona handleiðslu og þurfa að vera edrú og svona, en þetta er þetta úrræði ekki að reynast vel? Þetta reynast mjög vel og ég hef nú fylgst með þessu þó ég sé ekki og það sem við erum að púsla núna inn er og þetta hefur gefist mjög vel og það sem er að verða til líka er svona eiginlega svona network eða svona hópur sem að hjálpa öðru þannig að nú eru sumir af þeim sem komið þarna inn farnir að fara inn á Hólmsheiði og inn á Litla-Hraun, Sogn, bæði með svett, með jóga og þetta með eitthvað prógram fyrir fangana. Já, maður hefur svona þetta sé að verða svona þetta sé að eflast og vaksa og það sem að við höfum erum klár með núna vegna þess að það hefur skort alveg óbáslega inn í fangelsiskerfinu er menntun og svona sá hluti sem að lítur að því aðstoða og byggja það upp byggja þessi einstaklinga akkurat og það hefur verið og eitt af því svona síðasta sem að ríkisstjórnin samþykti áður en hún sprakk var tillögur frá mér að við ætluðum frá með 1. janúar að erum við að taka frá á 300 milljónir sem er margföldun á því fjárframlagi sem er ætlað í menntun þessa hóps og ætluðum að setja upp svona þverfaglegt menntateymi þarna sko, og hljómar alveg rosalega fræðilega en það sem væri sett upp einhver eining innan fangelsiskerfisins sem héldi utan menntun fangana á svona breiðum grunni bæði menntun eins og við skilgreinum hana verknám, bóklegt nám og þetta en líka bara menntun í sjálfum sér, skilurðu. Og félagsfærni. Já, félagsfærni og ég meina, þú veist, foreldrafærni, læra á sinn innri mann, skilurðu, vegna þess að ef þú ert ekki búin að læra, að þegar margir þeir sem eru á þessum stað og maður hefur séð að þeir sem eru komnir svona, eru á batavegi, að því að allt er þetta brotnir einstaklingar, sko. Já. Að þeir þurfa kannski bara einna mest að læra á sjálfan sig og það getur verið með fjölbreyttum hætti og þetta er svo erfitt fyrir stjórnmálumann þetta er tilbúið allavega og fjármagn er komið en við sjáum hvort að þú fáir að fylgja þess eftir já eða hvernig það verður en þetta er svona þetta er ekki vinsælt kosningamál það er engin stjórnmálumaður að fara að vinna fullt á atkvæðum með að segja ég ætla að fara að fókusa á fanga því að þetta er bara einhvern veginn því miður það er þjóðfélagið það er svona horfir á að það er kannski of fáir sem að tengja, þetta er ekki nógu mörg atkvæði til þess að það selji fyrir stjórnmálamann að ætla að fara að taka eitthvað rykk í þessu en samt er það þannig að þetta er ótrúlega mikilvægt fyrir samfélagið allt af því að ef við erum ekki að byggja upp fangana og gera það að betri mönnum heldur en þeir koma inn að þá er kerfið
stöðugt, þetta verða síbrotamenn og þeir verða þarna fastir og í lúppu. Og svo eignast þeir börn og kynslóðurnar, sko. Já, og þetta sko, þú veist, og þetta það sem að fær mann líka vegna þess að það sem að, það sem gerist þarna að svo eiga þessir einstaklingar börn, og það eru ósýnilegar aðgerðir sem þarf til þess að grípa þessi börn og núna erum við til dæmis að ráðast í ofbeldisaðgerðir sem voru ákveðnar í sumar sem að eru alveg svakalega við erum farist að milljarða bæði þessu og næsta ári inn í svona úrræði og aðgerðir, bæði úrræði sem eru svona sýnileg steinsteypa, fleiri meðferðarheimili og í þeim dúr, en líka úrræði þar sem þú ert bara að grípa þessa krakka svona aðeins og ósýnilegan hátt, sko. Vegna þess að það sem... Hvað kallar þetta ofbeldisaðgerðir? Nei, jú, að því að þetta var eyrnamert fjármagni vegna aukinna afbrota ofbeldis og tengingin er svolítið svo að ofboðslega margir af þeim sem eru inn á þyngsta hlutanum í barnaverndarkerfinu eru með beinar tengingar við kynslóðin og undan sem að var á nákvæmlega sama stað. Þetta er svona kynslóða arfur. Já, þetta er það. Ég meina, og oft á tíðum þá þarf sko eitt dæmi sem við erum að ná að tengja þarna er að við erum að efla frístundamiðstöð upp í Breiðholti sem heitir Flotinn, sem er frístundamiðstöð sem að fer út í feltið og fer á staðina þar sem að hópamyndun er hjá ungu fólki og byggir traust til fólksins, þessu unga fólks, og eru kannski þeir einu sem þau treysta, að því að þegar þú varst 5 ára eða varst barn og varst að glíma við áfengisneyslu á heimili, ef þú myndir taka svo eitthvað 4 atriði viðtók, fátækt, ofbeldi og eitthvað 3 önnur atriði, hverjum hefðir þú sagt í frá utan heimilisins á þeim aldri? Og við þurfum að búa það traust til inn í kerfinu og það eru með þessum óformlega hætti frístundamistun, óformleg úrræði sem að vinna svo þétt með barnaverndinni, samfélagslögreglan sem getur búið þetta traust til, skilurðu, og þetta erum að fara miklu þunga inn í vegna þess að þar hefur tækifæri til þess að grípa þessa krakka, sko. Og þetta er líka það sem erum að... Fannst þér þetta, þegar þú varst strákur í rótleysi að flytja endalaust og alls konar kallar að koma og fara og ofbeldi og svona var, hvað hugsaður að hefði getað, hjálpað þér? Já, og það... Sko, þegar maður var á þeim tíma, þá hefur maður hugsað maður alltaf, og akkur geta mamma og pabbi getur orðið hjón, skilur, sem mann bara barnið hugsa, þú veist, sem hefði aldrei, eftir ég eldist, þá það bara hefði aldrei gert, sko, þau hefur ekki talað saman síðan að bara ég var lítill, sko, en já, og það er það sem maður horfið tilbaka og það held ég að séu oft þessi litlu atriði, sko, skilur. Hefur þú viljað eitthvað í skólanum hefði svona náða að skima og fatta að það væri eitthvað svona erfitt á bakvið hjá þér og það hefði svona eitthvað verið gripið inn í? Allan daginn, sko, og oft á tíðum er það ekki endilega samt akademisk inngrip, sko, ekki með, þú veist, einhverju djúpri meðferð einhvers terapista, oft getur þetta verið bara eitthvað lítil atriði og þetta er það sem að þú veist, þess vegna erum við núna að efla frístundastarfið, íþróttastarfið, erum að leita leiða til að tengja það betur inn í skólan, vegna þess að oft á tíðum er að þaugatriði þar sem að krakkarnir finna öryggið, finna traustið, vellíðanna og á þeim grunni getur þú svo farið að byggja hún á námsárangur, skilurðu. Ég stundum hugsað það sem Björgvin Páll, handboltamarkvörður, hefur sagt, að því að hann hefur sagt sína sögu og ég er ekkert að rjúga trúna með því að hann hefur bara sagt opinberlega að þau 2 systkinin fengu samu uppeldi, sömu foreldra, hann endaði með því að verða Íslands mesti dáði handboltamarkvörður og landsliðsmarkvörður en systir hans hefur verið í eiturlyfjaneyslu og öðru slíku og hann hefur hugsað, hvað er það sem að veldur? Hann sagði það var bara íþróttirnar. Ég fann öryggi þar, skilurðu. Það er ekki spurning að það hjálpar rosalega. En þetta öryggi getur verið víða. Ég held að öryggi hjá mér hafi verið að komast í sveitina, skilurðu. Og þess vegna trúði ég því líka að sveitin væri staðurinn sem ég ætti að vera á og ætti að vera bóndi, skilurðu, að því að þú veist maður ræktar það. Og þetta eru líka breytingar sem við erum að vinna í skólakerfinu núna og ég brenn ofboðslega fyrir
Við erum búin að vera í mikilli vinnu með kennarasambandinu, með sambandi íslenskra sveitafélaga við að reyna að nálgast það í sameiningu. Þetta eru líka börnin sem valda svo mestum þingslum inn í skólanum. Vegna þess að drottinn minn dýri, ef þú ert að glíma við alls konar, þá ert þú ekki að sitja kjur í tímum og ert upp á 10 að lesa. Og þarna erum við, ég meina við vorum klár með lagafrumvarp núna sem við ætlum að leggja fram í vetur og samþykja, vonandi er það samþykkt, að bara inngildandi menntun og skólaþjónustu, þar sem við vorum að gera ráð fyrir því að fara að skima fyrir ofbeldi, skima fyrir áföllum inn í skólakerfinu og búa til leiðirna til þess að teikna tengslin á milli skólans á grundvelli farsældarlaga og frístund og fagaðila þarna. Og ég hef óbúslega trú á því að við náum að halda áfram að brjóta niður þessa múra sem er á milli þessara kerfa, að þá náum við að grípa þessi börn. En þetta er rosalega erfitt að útskýra þetta í 2 setningum í aðdraganda kosninga. Það er eiginlega vonlaust, sko. Já, ég persónulega, ég er rosa lítill sósíalisti og í grunninn vilja að ríki sé sem minnst að skipta sér á og svona, en til dæmis eins og, þú veist, á leikskólanum, sem eitt barna minna er núna á leikskóla, að þá, daginn, og hann er bara 30 ára, það var hóað í okkur og sem sagt, og það er svona verið að taka eftir því að hann er ekki farin að segja S og R og svo kann hann ekki litina, sko. Og ég hugsa, vá hvað þetta er geggjað, að ég er svo þakkláttur fyrir það sé einhver svona skimur í gangi og það sé verið að grípa og athuga með hvort allt sé í lagi og svona og að því leyti eins og ég er meira til svona fyrir frjálshyggju til hægri í lífinu, sko, þá er ég rosalega ánægður með þennan sósíalisma. Já, en Frosti, þetta er ekki sósíalismi. Já, þetta er svona, félagskerfið er að vinna saman. Þetta er besta, sko, og það er það sem að, það er það sem að við eigum að fara að gera. Þetta er besta fjárfestingin sem samfélagi getur ráðist í. Þetta er rauninni pjúra hægri pólitík, vegna þess að ef að kerfið, ef við náum að breyta því, við förum að grípa fyrr og við erum að byrja að sjá árangurinn af því. Ef við náum að grípa, hvort sem er barnið þitt sem að er, með áskorunarvarandi liti og tala með eitthvað svona, já. Svo ertu með barn þarna sem með áskoranir vegna þess að það bara er ekki íslensku málungur. Svo ertu með barn sem er áskoranir ofbeldi. Ímyndaði þér hvað er arðbært fyrir samfélagið að grípa þessi börn. Klálega. Og ímynda sér að reikna síðan kurvuna hvar þau verða í sem worst case and best case scenario í skattgreiðendum þegar þau verða komin okkar aldur. Þá er þetta sko pjúra hægri pólitík. Skilurðu? Og það var það sem við reiknum þegar við genum farsældarlögin og það er það sem við erum að reyna að búa til núna í fleiri þáttum. Í barnamálaráðuneytinu erum við farin að setja þetta inn í allt sem við gerum. Við vorum að gera nýjan hvatasjóð fyrir íþróttahreyfinguna. Þar sem að við erum að styrkja sérstaklega allt í kringum landi verkefni sem að örva íþróttaþáttöku fatlaðra barna. Það eru bara 4% barna í hóp fatlaðra barna. Það eru 3000 börn sem að glíma við svona skilgreindar fatlanir. Það er bara 4% þeirra sem er í íþrótt- og tómstundastarfi. Á meðan að það er 70-80% hjá hinum börnunum. Og hvað þýðir það? Við erum að fara að setja 20 milljóna í að reyna að ná þessum börnum, en á sama tíma settum við inn í samningin og erum að vinna það með íþróttarhreyfingunni. Hvað þýðir það í peningum ef við náum kannski 4% upp í 20%? Og gera það á virkari einstaklingum. Gera það á virkari einstaklingum og hvað þýðir það inn í framtíðina þá í sparnaði fyrir ríki og sveitafélög og þar með er þetta orðið fjárfesting. Ég myndi nefnilega vilja að því við erum alltaf að taka þessa mýkri málaflokk og segja að þetta er nú bara svona, hvað rugl er þetta, þú ert alltaf í þessum mjúkum málaflokkum. Ef við myndum setja þessa mælistiku á þetta í meira mæli, en þá þurfum við raunverulega líka að mæla árangurinn, skilurðu. Þá þurfum við að fylgja barninu þínu eftir og sjá, fékk það úrræði, náði það og þar þurfum við að fá fagstéttina líka með okkur, sko. En, þú ert búin að vera barnamálaráðherra núna í næstum því heilt kjörtímabil og settir gríðarlega mikla áherslu á þetta og þú ert mennta- og barnamálaráðherra. En, við erum að horfast í augu við að þessi menntamál og börnin og læsi barna og árangur í skóla er bara
einhver katastrófa. Þetta lítur hræðilega út. Hvernig í ósköpunum getur það verið að maður sem að þú kemur og tekur þetta yfir hérna og með svona rosalega fókus á þetta að árangurinn sé ekki meiri, þó að þessi skammur tími að þá samt þú veist einhvern veginn, af hverju er þetta á versta stað frá upphafi í raun og veru núna í dag? Já, sumir þættir eru á versta stað mælanlega sem þeir hafa verið, á meðan aðrir þættir eru betri. Ég ætla að byrja á þessu sem er betra og svo ætla ég að taka áskoranirnar eins og þú sannarlega nefnir. Við erum til dæmis á betri stað þegar kemur að líðan barna. Hún er búin að vera að batna núna 2 ár í röð. Kvíði og líðan barna í grunnskólum er að batna 2 ár í röð. Einelt er að minnka inn í grunnskólanum. Hverju þökkum við það að líðan og kvíði sé? Ég held að það sé ég held að það sé að hluta til það að við erum að byrja að fá svona breiðari nálgun á það hvernig við vinnum saman, heimil og skóli, fjölskylda, innan skóla, ólík kerfi, við erum að byrja að ná að grípa fyrir inn. Við erum að fá fregnir af því að ný farsældarlög, ég menna Akureyri var fjölskylda þar sem að var að koma fram opinberlega og segja þú veist, þessi nýju farsældalög er að gera það verkum að dóttir mín var gripin áður en að hún lenti í andlegum áskorunum sem að kölluðu á 3. stigs þjónustu, sko. Okay. Síðan eru aðrir þættir sem eru líka jákvæðir. Við höfum aldrei séð fleiri fara inn í framhaldsskóla heldur en að undanförnum árum. Við höfum aldrei séð fleiri ljúka framhaldsskóla heldur en núna. Þú veist, þannig að það er margt sem er jákvætt í samfélaginu og við eigum óbúslega upp til hópa opaslega flott og öflug ungmenni, sko. Áskoranirnar sem eru í kerfinu og sannarlega eru í kerfinu eru mælingar sem hún vitnar til varðandi PISA á lestri, á stærðfræði, á náttúru og raungreinum. Þær eru þessar áskoranir eru allir meðvitaðir en við höfum í gegnum tíðina verið að ráðast í svona átök til þess að bregðast við. Það farið í læsis átak þegar Illugi Gunnarsson var menntamálaráðherra sem átti að breyta öllu. Það sem að við höfum verið að vinna núna er í rauninni svona stóra grundvallar breytingar á menntakerfinu sem að miða því að því ég veit að þau eru mikil umræðum samræmt próf og þau muni gjörbreyta akkur við erum ekki með samræmt próf lengur. Já, meina, það er búið að vera þannig að síðan við hættum með samræmdu prófin, þá hefur þetta allt farið niður til helvítis. Já, en þú mátt ekki draga þá ályktun að það sé eingöngu samræmdu prófinu þegar þau hættu að kenna. Það sama sem gerðist þá er að þá fór fjölgun nemenda með erlenda tungumál og menningabakgrunn að aukast inn í kerfinu. Á sama tíma þá fór snjallsíma væðingin að aukast inn í kerfinu. Á sama tíma að þá sáum við foreldrasamstarf við skólana minnka mjög hratt. Á sama tíma þá hefur enst málumhverfi í samfélaginu aukist alveg svakalega. Þú veist, þannig að allir þessir þættir hafa spilað líka inn í. En það sem að við erum að gera núna og er í rauninni byggt bara á samþykkt Alþingis var menntastefna sem við ætluðum að ráðast í mjög svona grundvallar breytingar á umgjörð menntakerfisins til 2030. Hvernig þá? Hvað grundvallarbreytingar eru það? Í fyrsta fasanum í því var það að við ætluðum að taka upp nýtt mælikerfi á semst í þessu fyrsta áfanga sem við erum að ljúka og voru lagafrumvörp inn í þinginu þegar stjórnin sprakk og ég var búin að mæla fyrir einu þeirra og annað var komið inn og næsta var bara alveg á leiðinni. Í fyrsta lagi er það nýtt mælikerfi fyrir skólana. Í staðinn fyrir samræmd próf. Já, í staðinn fyrir samræmdu próf. Vegna þess að samræmdu prófin voru þannig að þau eru punktstöðumæling og voru það við lok grunnskóla á meðan að kennararnir, foreldrarnir og við höfum verið að kalla við viljum sjá meira as we go along. Stöðugar mælingar. Og hvernig við getum komið inn þegar að vandinn kemur og byrjaði að rétta það af. Og þess vegna hafa kennararnir kallað eftir. Þess vegna var farið í að búa til eitthvað sem heitir matsferill sem er ekkert eitthvað sérstaklega catchy, það er bara staðreynd, sem byggir á því að það eru styttri samræmt könnunarpróf sem eru lögð fyrir alla skólagönguna. Við erum að gera þetta varðandi les 5 í dag.
lesskilningspróf eru í þróun núna og verða tilbúin til þess að leggja fyrir næsta haust. Stærðfræðipróf eru í þróun núna og verða tilbúin til þess að leggja fyrir næsta haust og megnið og svo ertu líka með próf inn í leikskólana sem við ætlum að vera með af því þú varst að nefna skimun á leikskólanum á barninu þínu að búa til ákveðin prófunarpakka þar til þess að skima fyrir ákveðin hlutum sumt af þessu megnið af þessu ætluðu við að hafa valfrjálst en búin að þróa það þannig með kennurunum að þeir vilja nota það. Les-5-prófið það meiri notkun og lesfimiprófin í dag í grunnskólanum heldur en var á samræmdu prófunu þegar þau voru skilda. Af því að það tók aldrei allir nemendur samræmdu prófin. Það sem að við ætlum hins vegar að hafa væri skildu á ákveðnum árabili, skilurðu, í 3 bekkjum til þess að kalla eftir þessum upplýsingum öllum. Til þess að átta okkur á því, en þá leið að þróa þetta með kennurunum, þannig að kennarinn sem að vinna með syni þínum, eða dóttur, sé að stikkpröfa voru haust og átta sig á því hvort barnið stendur og geta nýtt það til þess að grípa börnin. Þannig að þetta eitthvað svona sem að ef þú nærði ekki kjöri og verður ekki áfram ráðherra að þá farið þetta allt í súgin eða eitthvað sem þetta taka við þessu eða hvernig virkar það? Þetta er allavega þetta er bara eitt frumvarpi sem við erum með, svo eru 2 önnur sko. Eða er reynda 3 sem snúa hverju en fyrst varandi þetta það er alveg ljóst að það einhverjir að boða það að taka aftur upp gömlu samræmdu prófin viðskiptaráð til dæmis já og ég held að það er ekki skynsamlegri mælikvarði heldur en þessi vegna þetta er samræmdu mælikvarði undir þetta og þetta er samræmt þannig að það er allir að taka sömu könnunarprófin. Inn í þetta erum við síðan að tengja gagnagrunn sem að heitir Frigg og verið að taka í notkun núna í 3 sveitarfélögum núna í þessum mánuði að byrja næsta áramótin. Þar sem að við höldum utan allar nemendaskráningar og getum fengið allar tölur þarna inn og þar getum við farið að skrá líka alls konar bakgrunnsbreytur eins og félagslegan bakgrunn og fleiri þeimdur til þess að átta okkur svo á því að geta borið saman einstaka sveitarfélög og einstaka skóla, einstaka landsvæði, af því að það skiptir miklu máli. Næsta frumvarp sem að lá fyrir þinginu var umbylting á námsgagnaútgáfu, vegna þess að það er staðreynd að kennararnir inn í skólanum hafa kallað eftir því mjög lengi að bæði þurfa að umbreyta námsgagnaútgáfunni, gera hana svona nútímalegri, en það þurfa stórefla hana samhliða. Vegna þess að ansi stór hluta tíma kennara fyrir að búa til námsefni. Af því að það er ekki til námsefni sem að hægt er að grípa í. Og lagafrumvarp sem að umbyltir þessu kerfi gerir ráð fyrir því að efla einkaaðila í þessu, gerir ráð fyrir því að búa til samræmda námsgagnaveitu, þar sem að við sjáum öll námsgögn á einum stað inn í nýrri miðstöð menntunar og skólaþjónustu, gerir ráð fyrir því að setja ákveðin gæðaviðmið á námsgögn og samhliða því erum við að tvöfalda námsgagnútgáfu og það var gert í fjárlögunum núna fyrir næsta ár. Hvað kostar þetta mikið á peningum fyrir okkur? Þetta var að kosta nokkur 100 milljónir, þessi efling námsgagnútgáfunar og og þarna erum við mikill eftirbátur nágrannaþjóða okkar þegar kemur að magni námsgagna sem er gefið út. Og það á kannski ekki hvað síst við íslensku sem annað tungumál og innflytjendur og í þeimdur. Og hefur trú á því að með því að efla og vera með þessi stöðugu þessar kannanir eða próf í gegnum allan skólan og efla námsgögnin og svona að þetta mun vera til þess að við munum sjá stórbætingu á þessum árangri. Við munum ekki sjá það sveiflast bara á einni nóttu. Nei. En það gerist jafnt og þétt vegna þess að samhliða þessu að við fáum betri gögn, betri tölfræði, eflum námsgagnaútgáfu og svo er það þriðji þátturinn að við þurfum að gefa kennurunum verkfæri, tæki og tól inn í skólana til þess að takast á við svona fjölbreyttari hóp nemenda. Bæði nemendur á erlendu tungumál og menningabakgrunn, og það þarf að koma. Þar var eitt lagafrumvarp sem á að vinna því. Samhliða þurfum við líka auka samstarf foreldra og skóla, vegna þess að hvað skiptir máli
efla samstarf foreldra og skóla, þar erum við með ákveð prógram í gangi sem er að ískri fyrirmynd og eru svona foreldrafærni námskeið sem við erum að prófa að keyra núna upp á Akranesi þar sem öllum foreldrum, þar boðið núna í leik- og grunnskólum að taka þátt í foreldrafærni námskeiði þar sem að við vinnum með það hvernig við bara ölum upp börn, sko. Hvernig við vinnum með börnunum okkar. Af því að það er áskorun að því að foreldrar hafa alltaf, finnst manni einhvern veginn minni tíma til þess að... Já, en þá ertu kannski komin að kjarnanum líka. Hvernig við þurfum meira samtal á milli aðila, milli skólans og foreldrana það hvernig við vinnum með þessi börn okkar, sko. Og það hluti af þessum foreldrafærni námskeiðum sem bara að segja, heyrðu, þú þarft að gefa þér tíma með barninu þínu, sko, skilurðu. Þú þarft að gera svona. Þannig að þetta þannig að ég held, og við getum ég get talið upp svona 5 atriði viðbót sem að núna í vinnslu, inn í nýrri miðstöð menntunar og skólaþjónustu sem tók til starfa 1. apríl, og hefur það að markmiði að þjónusta skólakerfið í gegnum allar þessar breytingar, allt samþykkt á Alþingi, allt stefnan, nú voru lagafrumvörpin að byrja að koma og við vorum að byrja svo að vinna næstu aðgerðaáætlun ofan á þessa, þannig að ég hef trú á því að við höldum þessu áfram, þá munum við fara að sjá svona ákveðna breytingu, en það mun ekki gerast með einhverju einu atriði, vegna að þó þú mælir samrænt á einum stað með samrændu prófum, þá þarftu líka að vinna úr því og það þarf að gerast á öllum levelum. Það þarf að gerast alveg frá heimilinu og upp í skólan, það þarf að gerast inn í háskóla með breytingu á kennaranáminu. Það ekki hægt að taka eitthvað. Þetta þannig margslungin áskorun að þú getur eiginlega ekki tekið hana og sagt, heyrðu, ef við gerum bara þetta, þá verður þetta allt fixerað eftir 2 ár, sko. En líður þér þá þannig að eins og sko ef að stjórnin hefði fengið að starfa út kjörtímabilið þá hefur náð að klára að setja þessi lög sem að þarna vantaði upp og þá hefur getað að setja þetta í þann farveg sem að er það svona tilfinningin? Sko, það eru nokkur lagafrumvörp sem ég hefði viljað klára. Það þetta með matskerfið sem að var komið inn í þingið, búið að mæla fyrir því. Það þetta sem var komið inn í þingið, það þetta með námsgögnin sem var komið inn í þingið og búið að mæla fyrir því. Síðan það þessi skólaþjónusta sem ég nefndi áðan og skimunin og tengingin við börnin sem eru sem að svona þessar áskoranir með einstaka börnin í skólakerfinu. Ég vilja klára það lagafrumvarp. Síðan vorum við með lagafrumvarp á lokametronu sem við ætlum að setja inn í þingið núna í byrjun desember sem að lauta því að tengja saman öll gögn í málefnum barna. Búa til svona gagnaeiningu með sambandi íslenskra sveitafélaga, þannig við getum farið að vinna meira í stærri gagnasettum og tengja peninga hlutan inn í það og búið að leggja mikla vinnu í það. Síðan voru það ný lögum frístundastarf, þar sem við vorum að lögfesta frístundastarf sem hluta, af því að við vorum að tala um hvernig þetta grípa börnin áðan, að frístundastarfi valfrjálst í dag hjá sveitafélögum. Við ætlum að lögfesta það og tengja það inn í þessa skólamynd og svo og þessi frumvörp hefði ég vilja klára, en hefði það breytt öllu bara á einu ári? Nei, en þetta það sem við vorum búin að vera að vinna og mér langaði að klára og svo eru íþróttirnar svona fyrir utan þetta sem að sem ákveðna breytingar þar sem mér langaði að klára líka. En af hverju eru ég sá einhverja tölur að kennarar eru þeim hefur fjölgað miklu meira heldur en nemendum. Samt eru þeir miklu meira veikir, taka meiri frí og eru greinilega mjög óánægðir með launin sín og árangurinn engin. Engin, sko. Versti árangur bara í OECD. Já, en bætum svo við þetta. Síðan ef þú spyrir þá út í álag í dag. Já. Og þeir eru miklu meira í kulnun. Þeir eru miklu meira í kulnun og það algengasta þegar ungir kennarar farin í skólana að þeir fara á okkur annan starfsvettvang mjög fljótt. Og við höfum aldrei verið með færri fagmenntaðir, það að lækka fagmenntaðir inn í skólanum. Og þá gengur það heldur ekki að við segjum, þetta allt kennaranum að kenna, sko, skilurðu. Það þarf þessa heildstæðu breytingar og við verðum líka að hlusta á kennarana sem að vegna þess að ef þetta væri allt feik, þá væru þeir ekki hætta og þetta væri allt svona frábært og þeir væru með svona frábær laun, þá væru þeir ekki heldur að hætta að kenna til að fara að gera eitthvað annað, sko. Nei, það er rétt hjá þér. Það þú veist,
Það er svo skrítið að og þetta er það sem hefur aðeins farið, þetta hefur farið í taugarnar á mér við umræðuna þegar að menn segja, heyrðu, þetta er allt kennaranum að kenna. Af því að, og þá hugsa ég, býtu, ok, en af hverju eru þeir þá allir að fara í ykkur aðra vinnu, sko? Ef þetta er svona rosalega frábært, sko. Skilur, en leið, og ég hef ekki skynjað annað en að kennararnir væru tilbúnir að stærstum hluta til þess að taka þátt í þessum breytingum og ég hef ekki skynjað annað en að það sem lítur að matsferlinum og samrændu mati þar og það sem þeir eru hræddastir við svona nú er ég að draga ályktun af því sem að ég bara heyra á kaffistofunum í skólanum það sem þeir eru hræddastir við er að það verði bara slengt á þá mælingunum og sagt þú ert ekki að standa þig kennari en það komi ekki með námsgögnin, stuðningurinn, skilurðu backupið, þú veist, þetta er svona eins og þú fer með bílinn á skoðunastöð og það eru 20 athugasemdir og þú átt bara að finna út úr í sjálfur en þú færði ekki eins og að vita hvað þú getur hringt í vestaði til að skilurðu. En sko, hvað er þetta helst? Minna, því að ef þetta er reyndar allt þetta sem að lítur að skólunum, samfélaginu, auknu ofbeldi, þetta er að gerast í öllum hinnum vestræna heimi. Þetta eru sömu áskoranir á Norðurlöndunum, í Evrópu, við erum að sjá, það er eitthvað að gerast í samfélagunum okkar sem við þurfum að taka alvarlega, sko. Það er mitt, og því að, veist, þegar við vorum unglingar og krakkar, að þá gerum maður á fyrir að það var svona, þú veist, það voru ekkert meiri og betri aðföng eða resursar sem að kennararnir höfðu þá, heldur en árið 2024. En samt eru komin á svo slæma stað. Er þetta snjallsímanir, spjaldtölunar og þessi mikla blöndun af fólki sem kann ekki tala íslensku? Hvað og svo held ég þetta sé líka bara við sjálf, sko. Ég meina, ég heyrði kennar daginn sem að spurði bekkinn sinn, yngri bekkir í grunnskóla, hversu mörg ekki að borða kvöldmat með fjölskyldun á hverju kvöldi. Og það var innan við helmingur. Og bara þessi litlu atriði, svo er önnur vinkona mín sem að var að kenna og tók sér svo hlýja og fór í annað í einhver 6-7 ár, kom svo aftur og er í forystu í sínum skóla og hún sagði, veistu það Ásmundur, mér langar mest af öllu til þess að skrifa bíða heim með börnunum og það sem ég skipa foreldrunum að eyða tíma með börnunum. Skilurðu, ég held, og ég er ekki að gagnrýna foreldrarna vegna svo eru við öll á fullu og það er áskorun að halda samfélagi skilur það er áskorun, við erum öll á hlaupabrettinu að vinna til þess að eiga fyrir mánaðamótunum og húsnæðislánunum og öllu þessu, þú veist. Það er líka sjaldgæft orðið að fjölskyldur haldi saman, eða það er rosa miklu, hjónaskilnaðir eru miklu tíðari. Það er bara, þú veist, mjög sjaldgæft orðið að maður eigi öll sín börn með sömu konunni og þú veist, þetta er svona einhvern veginn orðið miklu sundur. Og það er miklu óalgengar að ömmurnar og afarnir séu svona, skiluru, þú veist, fyrir 50 árum, sko, þá voru ömmurnar og afarnir svona oft svona nánast inn á heimilunum, sko. Þú veist, þannig að það er bara fullt af svona litlum hlutum og þá þarf maður að fara að hugsa, bara við sem samfélag. Og þetta held ég að verða alveg, þú veist, þessu breytum við ekki með einu lögum á Alþingi, sko. Við þurfum að fara að hugsa einhvern veginn sem samfélag, getum við einhvern veginn aðeins skýra okkur niður, þú veist, og hvert og eitt okkar, sko. En einmitt ég sá þið lenti í smá orðaskæki, þú og Snorri Másson, út af fæðingatíðninni. Þú skaust inn í bara að fáum bara fleiri innflytjendur og Snorri er mjög ósammála og en þú veist, þetta er staðreynd. Fæðingatíðnin er þannig að við erum hætt að fjölga okkur Íslendingar, sem þýðir að okkur fer bara fækkandi, staðreynd. Við fáum erlent vinnuafl sem að reddar hagkerfinu en eftir situr staðreyndin að bara Íslendingar og afkomendur Snorra Sturlusonar og bara þú veist þessi sem að byggu í 1000 ár að það erfðaefni og DNA það er bara að vatnast út og verða að engu, þú veist. Er það, ég alveg tala svona framtíðarsýn og veruleiki sem að við eigum bara sætt okkur við? Þá getur sko að því að þetta var nú kannski aðeins þetta var nú kannski aðeins svona slitið úr samhengi orðaskakið okkar, sko, en það sem að og bara það er staðreynd að hvert og eitt okkar er að eignast færri börn og það er líka að gerast allan hinn vestræna heim. Með því erum við ekki að ná að viðhalda fjöldanum, vegna þess að ef við hefðum ekki fengið innflytjendur, þá værum við færri núna. Við værum byrjuður í fækkun, lífsgæðin væru verri, hagvöxturinn væri minni, skilurðu,
og við hefðum fullt af störfum sem að væru ekki mönnuð sko. Og þá velti manni fyrir sér og það var orðræðan sem að við vorum í þarna. Er líklegt að fjárhagslegir hvatar einir myndu gera það verkum að fæðingatíðni færi upp? Ég er ekki viss um það. Ég held að þetta séu líka samfélagslegar breytingar sem eru að verða. Við erum, tækifærin það svo ótal margt sem þú getur gert í þessu lífi núna, sem þú gast ekki áður fyrr. Skilurðu, tækifæri ungs fólks í dag eru miklu meira en þau voru fyrir 50 árum. Bara hvað þau vilja búa, hvað þau vilja gera, afþreying, skilurðu, allt þetta. Frami á vinnumarkaði og sérstaklega svo staðreynd að í samfélögum sem eru með jafnmikla jafnréttisáherslu á Ísland, þar sem að við viljum sjá öflugar konur í forystu hlutverki í stjórnmálum, helmings í ríkisstjórnum, forstjórar fyrirtækja, konur að vera eitthvað podcast og allt þetta sko. Þetta er líka breyting. Þannig að hvað þyrftum við mikla fjárhagslega hvata inn í kerfið til þess að snúa þessu einhvern veginn og segja, heyrðu, já, nú skulum við bara fara að eiga 3-4 börn öll aftur sko. Fyrsti, einn fjárhagslegur hvati sem geti haft áhrif á þetta held ég, er klálega bara lenging fæðingarorlofs. Það fer að segja að það verði ekkert bil á milli fæðingarorlofs og dagvistunar. Af því að það er náttúrulega bara hindrun fyrir hvert sem er. Og það var næsti fasi. Við getum stigið inn með fjárhagslega hvata. Ég meina Framsókn vill til dæmis lengja fæðingarorlof við 18 mánuði. Og það þarf annarkvort að leysa það með leikskólum eða lengingu fæðingarorlofs. Hvort tveggja kostar fjárhagslegar innspýtingar sem að sósíalistinn Frosti Logason lítur að styðja. Eða þú veist, ég meina þegar ég var félagsmálaráðherra þá lengdum við fæðingarorlof í 9-12 mánuði og hækkuðum þakið upp í minni með 520.000 og það var einhver 150 skona hækkun á þakinu sko. Sú aðgerð á ársgrunni kostaði 10 milljarða. Þú veist, fæðingarorlofskerfi þegar ég tók við þeim félagsmálaráðherra kostaði ykkur 11 milljarða. En ef það kostar okkur einhver milljarða 2 milljarða, að fjölga Íslendingum til framtíðar, það er bara... Ég er algjörlega sammálaðir og við eigum að stíga það skref, en þú getur líka farið í að efla leikskólastíð, en þá þarftu fleiri sem vilja vinna á leikskólanum. Og þá vorum við að tala um kennaranáðan, það er bara... Ég meina, það er allavega talsvert færri sem að sækjast hverja stöð á leikskóla heldur en hvert þingsæti með vel frambúðin. Það er talsvert meira eftirsóknarvert að vera á þingi heldur en að vinna á leikskóla. Enda launin aðeins betri. Jú, og örugglega álagið, skilurðu þetta, þú veist, og þá þurfum við bara að hugsa okkur, hvernig getum við, og þá þurfum við að stíga inn gagnvart þessu tvennu. Og þar held ég að við, og mín skoðun er svo að við þurfum að fara umbuna meira þeim sem að vinna með börnum og við þurfum að efla fæðingarorlofskerfið, en ég er ekki viss um að þetta eitt og sér myndi gera það verkum að fólk væri á fullu í barneignir. Af því ég held að við munum líka á næstu árum þurfa fleiri innflytjendur inn í íslenskt samfélag vegna þess að við þurfum þegar ég og þú verðum mótin gamlir þá eru enn færri á vinnumarkaði. Við erum búin að missa af, við verðum að fá innflytjendur til þess að... Þú munir þurfa að blanda það leið í þessu. Og þá þurfum við að fjárfesta í þessum innflytjendur sem hinga að koma og kenna þeim að tala íslensku og þá þætti. Og allt kostar þetta fjármuni, vegna þess að það var það sem ég var að benda Snorra á. Það að efla leikskólana kostar fjármagn. Það að lengja fæðingarorlofi kostar milljarða. Það að kenna innflytjendum íslensku kostar líka milljarða, skilurðu, það bara kostar fjármun, skilurðu, hver svo sem að borgar það, hvort sem það er ríkið, sveitarfélögin, atvinnulífið, skilurðu, og þá þurfum við að vera tilbúin til og það er það sem að mér finnst við þurfa að svara núna, mikilvægasta fjárfestingin er þarna í þessu, og það er það sem við þurfum að skapa svigrúm fyrir og það er það sem að við höfum verið að stíga ákveðin skrefðar en ég held að þurfi svo massífa innspýtingu þarna til þess að snúa þessu við og bregðast við. Ég held að séu miklu hærri tölur heldur en að flokkarnir núna átta sig á þegar þeir eru að lofa bæði skattalækkunum og svo öllu þessu. Já, ég held að þetta sé að þú sé, sósíalistinn Frosti, að ég trúi því að þarna sé eitthvað sem við verðum eiga trúaði sósíalistinn og hægri maðurinn. Ég er ekkert að við verðum að gera eitthvað til þess að Íslendingar hætti að fækka sér. Okkur er að fækka og það bara er ekki
það ekki sko sjálfbært, það gengur ekki upp til lengdar, þannig að við verðum að og það hlýtur að vera þannig að kerfið verður bara að vera þannig að ungir foreldrar viti það bara að það verður ekkert bil á milli fæðingarorlofs og dagvistunar. Og þetta snýst líka húsnæðismálin og alla þessa þætti, sko. Þú veist, en svo held ég þetta sé líka að og ég algjörlega sammálaður. Ég meina við verðum, og við erum alveg skýr með þessu framsókn, við viljum lengja fæðingarorlofið upp í 18 mánuði. En svo held ég þetta sé líka. Það verður þeir sem koma leikskóli þá á móti bara við 18 mánuði aldur, sko. Það bara, og þá ertu búin að prófa það, sko. En við þurfum líka, en leikskólinn verður að vera þannig vegna þess að við horfum líka oft svolítið á leikskólan þannig að við segjum bara, það er bara að fá okkur til að vinna þarna og svona, sko. Það er rosalega vegna þess að þarna ertu með mikilvægast og þú varst að tala um að skima leikskólinn væri að láta vita af strákurinn þinn, þú veist, þau væri að skynja einhverja hluti, samanburðið önnuböld sem þú kannski skynjar ekki því þú ert með honum alltaf. Við erum með tölfræði sem sýnir að starfsfólk í leikskóla, nýleg skýrsla, það sem er sést að 60-70% starfsmanna í leikskólanum ná ekki að mynda augnsamband við öll börnin á meðan á vinnudeginu stendur. Já, það þarf að vera fólk að það sem getur sinnt þessu. Já, þú verður að hafa, skilur við megum aldrei gefa afslátt á henni faglega þarna, vegna þess að þá ertu farin að tapa eftir 10-20 ár, sko. En það þarf að það þarf að efla fæðingarorlofskerfi og það þarf að efla þessi kerfi, en það þarf líka að efla húsnæðisstuðninginn gagnvart ungu fólki og það sem að ég held að sé að gerast þess að svo tala maður við eldra fólk. Vegna þess að ég kom með hlutdeildarlánin á sínum tíma sem að eru þannig uppbyggð að ungt fólk undir ákveðnum tekjumörkum, oft á tíðum fólk sem er að koma úr háskóla, er í forgangi við það með börn, fær mótframlag frá ríkinu í formi hlutdeildarláns sem að þú átt þá á ríki mótframlag á móti er þangað til þú selur eignina. Mér finnst ég skynja oft hjá eldra fólki hvaða rugl er þetta. Það hefur nú alltaf verið erfitt að kaupa íbúð. Það hefur nú alltaf verið erfitt, maður bara vinnur meira og það er bara maður byggði nú sitt hús sjálfur og skilur, þú veist, og bara allt rétt, en á þeim tíma hafði unga fólki ekki jafn mikið val allt mögulegt annað, skilur við, unga fólki í dag, það hefur, þú bara fórst inn í eitthvað farveg og byggðir þitt hús og áttir þín 5 börn og varst bara í sömu vinnunni og skilurðu, svo varstu bara í rútínu og þetta var bara svona fyrir einhverjum áratugum, en í dag hefur unga fólki svo óbáslegt val. Lífið er orðið miklu margbreytilegra að það virkar ekki að segja bara fólki, nú þarf það að fara eiga börn, sko. Það virkar ekki bara að hafa rómantíska ástarviku, sko. Þú veist, og það er alltaf geggjað. Það er það sem við viljum, að sé val fyrir ungt fólk, en þá verðum við, og þá þurfum við að bústa þessi kerfi fyrir unga fólki miklu meira og við höfum sannarlega verið að gera það, en það þarf alveg ofboðslegar innspýtingar í það og það eru pólitísku ákvarðanirnar sem að mér finnst oft að hægrið veigra sér við að gera vegna þess að þetta kostar ofboðslega háar fjárhæðir, sko. Já, það er svona ultrahægrið, sko. Það er ekkert grín að halda utan ríkisbuduna og það eru margir það er peninga þurft allstaðar og en ég myndi eftir voru þið ekki að lofa núna nýjum þjóðarleikvangi og gera fyrstu skóplustunguna því þegar eins og núna við erum að reka ríkið á næsta ári 70 milljarða að halla og svona er það ekki skynsamlegt bara að bíða með eitthvað svona trófíhugmyndir eins og nýjan þjóðarleikvang og svona. Þetta gerist auðvitað, sko, mun gerast á lengri tíma og ég held að það er mjög erfitt fyrir stjórnmálinu að þú myndir missa allan landsleiki bæði í handbolta, körfubolta og fótbolta til Færeyja, sko. Ég held að þá held ég við séum nú sem við vorum bara komin á barmi þess að gera, sko. Og ef við hefðum ekki hafið núna þetta með hybridgrassið þá var það bara þannig að FIFA var búið að segja við KSÍ við bara nennum ekki lengur, við gefum ykkur ekki lengur undanþágur. Það samátti við körfuboltan og handboltan í Laugardalshöll og þá, þú veist, en við erum að gera þetta ákveðnum árafjölda, sko, og ég held nú að, þú veist, þetta er eitthvað sem við verðum að skapa svigrúm fyrir, sko, og eigum að gera bara sem hluta því að vera þjóð, sko. Og svo voru að setja meiri pening í afreksíþróttafólk, er ekki?
Jú, það í rauninni liður í bara, það bara liður í aðgerðin sem að við erum búin að vera að vinna að og Alþingi, bæði Alþingi með skýrslum og þingsályktunum og hefur verið stefna þessar ríkisstjórnar að við ætlum að endurskipuleggja alla stuðning við afreksíþróttafólk. Vegna þess að það staðreynd að samtengingin á milli árangurs og fyrirmynd í afreksíþróttum eykur þáttöku barna og ungmenna. Skilur, ég man bara eftir því þegar að við vorum í Borgarnesi og dóttir mín kom heim, þú veist, og gaf 5 við kanan í íþróttahúsinu og bara hún var bara í, skilur, þú veist, að fá að leiða liðin inn á og þú veist, fyrirmyndir skipta rosalega máli. Fyrirmyndir skipta ofboðslegu máli og við og afreksíþróttafólk hefur bara nánast þurft að vera að selja klósettpappír til þess að fara það hefur bara verið þannig og þess vegna fengum við og við í samstarfi við ISI sem að svona var alveg tímamóta samstarf, við höfum verið að vinna rosalega þétt með íþróttahreyfingunni á þessu kjörtímabili, réðum Vésteinn Hafsteinsson sameiginlega sem hafði unnið fyrir sænsku ólympíunefndina og var búinn að landa þar gulli í kastgreinum. Réðum hann sameiginlega sem afreksstjóri ISI og til þess að forma tillögur að því hvernig við myndum ráðast í innleiðingu afreksíþróttastarfi. Og hann vann skýrslu að því ásamt hóp sem vann með honum, skiluðu því á vordögum. Þar var lagt til nokkri þættir, efling afreksíþróttasjóðs, efling efling allar faglegar utanumhalds, utanum íþróttaliðin okkar, gjaldfrelsi yngri landsliða og fleiri þættir, líka svona lýðfræðileg þættir eins og fæðingarorlofsréttindi íþróttafólks, sjúkratryggingaréttindi íþróttafólks inn í sjúkratryggingum og fleiri svona þættir. Sú vinna hefur við síðan verið að forma núna og búið að tryggja fjármagn til þess að geta stigið þarna skrefin sem að myndi þýða sem gerir það verkum að við getum á næsta ári stutt miklu meira við afreksíþróttafólkið okkar. Sum sérsamböndin eru nánast gjaldþrota vegna þess að þeim vantar, þau ná bara ekki endum saman. Þau ná ekki, þú veist, og þar hafa þau verið að stíga mjög metnaðarfull skref eins og til dæmis að byggja upp kvennalandslið í körfunni og efling fimleika landsliðan og fleira, þannig að þar náum við stíga inn í og mikilvægasti hlutin þar að geta tryggt geta tryggt að þeir sem að veljast til landsliðsverkefna þurfa ekki að bera kostnað því þeir eru yngri en 20 vegna þess að við erum með allt of mörg dæmi af því að ungt fólk sem að kemur kannski frá tekjulágum heimilum eða bara í þeirra aðstöð að geta ekki, foreldrarnir geta ekki borga, hafa þurft að neita sér að taka þátt í landsliðsverkefnum og það er þyngri en tárum taki. En til þess að fjármagna öll þessi mikilvægu verkefni sem að eru nánast ómissandi og skipta miklu máli að þá hlýtur ríkið að þurfa að spara einhvers staðar á móti eða hagræða í rekstrinu. Hvar getur íslenska ríkið sparað með að við hvernig þetta lítur út í dag? Ég held að það sé mjög víða hægt að gera það. Það er hægt að og hefur raunar verið gert vegna þess að það hefur líka verið hagræðingakrafa víða að þetta er ekki alltaf að koma sér nýtt fjármagn, við erum líka að forgangsraða með öðrum hætti. Það er hægt að gera það með mjög ég lagði nú á stað í eina slíka vegferð á kjörtímabilinu og ætlaði að skapa nokkra milljarða inn í framhaldsskólakerfinu sem miðaði að því að fækka framhaldsskólum og sameina þá. Það var þannig að vegna þess að við vorum að tala um börn sem við þyrftum að grípa. Við vorum búin að reikna það út að það þyrfti að efla námsgagnaútgáfu, það þyrfti að efla stuðning við börn með erlenda tungumál og menningabakgrunn. Við þurfum að efla verk- og starfsnám inn í framhaldsskólanum sem er dýrara nám. Það er miklu dýrara að kenna einhverju málmsmíði heldur en félagsfræði, þar sem getur verið með 30 í bekk. Og til þess að mæta þessu þá þurfum við að byggja við alla verknámsskóla í landinu og erum komin á stað í það. Það kostar fjármuni, þetta eru 12.000 fermetrar og mjög mikill þrýstingur á að það gerist og ég er bara algjörlega sammála, við viljum ekki hafa biðlista eftir að fara í verknám, það vantar þá menntun. Á sama tíma erum við með laus pláss í bóknámi, við erum með laus pláss hér á höfuðborgarsvæðinu í bóknámi sem nemur líklega einhvern 2 til 3 menntaskólum á höfuðborgarsvæðinu.
ef þú bara spyrð skólana hvað getur bætt miklu við þig að bóknámsnemum, þá færðu töluna að það séu 2 til 3 skólar sem séu ofaukið. Það alveg eins út á landi, þannig að við erum með, ég meina, framhaldsskólinn var styttur niður í 3 ár. Við vorum með pláss fyrir 4 árganga inn í öllu framhaldsskólakerfinu bara fyrir örfáum árum síðan. Við erum líka með búin að sjá lýðfræðilega fækkun á nemendum, því að fólk að fækka. Þannig að þetta hefði geta skapa svigrúm til þess að mæta þessu öllu saman innan framhaldsskólakerfisins. Það var nú þannig að þegar ég kom með þessa tillögu fram, við byrjuðum Norður- og Akureyri og ég var nú púaður mjög niður þar. Og hverjum? Nei, það var Hverjir púuðu? fyrstur til þess að ríða fram á völlin voru þingmenn Sjálfstæðisflokksins sem að voru algjörlega mótfallnir þessu. Í beinu framhaldi kom formaður Miðflokksins og sagði þetta verið eitthvað galnustu hugmyndir sem hann hefur séð og svo getur bara tekið alla röðin og það myndaðist ofboðslega breið þverpólitísk samstaða að þetta væri galið. Og og ég sagði þá og stóð í 2 mánuði og sagði ég dreg þetta ekki tilbaka nema að ég sé algjörlega öruggur það ég hefi fjármagn til þess að ráðast í hinn verkefni. Því að drottinn minn dýri, það eru hægri flokkarnir sem hafa talað mest fyrir því að það þurfa að hægra í ríkisrekstri. Ég get flokkast undir það að vera á miðjunni, sko. Þannig að, og ég lofaði því aldrei að fækka skólum. En af hverju fannst þeim þetta svo galið? Já, það var alls konar, þetta væri bara, það bara komu alls konar sjónarmið fram, þú getur bara googlað það. Og og þannig að niðurstaðan var svo að ég fekk ekki fjármagn frá fjármálaráðherranum til þess að mæta þessu, þá var endi Bjarna Benediktssyni, til þess að mæta fleiri í verknámi, mæta að gera fleiri íslenskubrautir, við vorum að opna íslenskubraut í Kvennó, þú veist, þannig að það er líka svolítið, en það eru þetta er alveg sársökafullar aðgerðir. Ég var alveg mjög meðvitaður það þegar við fórum í þetta verður sársökafullar aðgerðir en við erum hins vegar þar að við verðum að mæta hinum hópunum, skilurðu, og við verðum að hafa svigrúm til þess, þannig að þar held ég að séu alveg tækifæri en myndast, það eitthvað stefna mín sem ráðherra endilega gera það? Ég held að það væri ekki vitulegt að gera það viku fyrir kosningar, sko. Segðu mér hérna. Þannig að þú veist, tækifærin eru víða og það og sannarlega þurfum við að fara betur með opinbert fé, en ef við viljum draga úr kostnaði síðan meir, þá þurfum við að ná betur utan um börnin okkar. Og það er það sem skiptir öllu máli, vegna þá drögum við úr kostnaðinum í stóru kerfunum, sem félagsmálin, heilbrigðismálin og dómsmálin, sko. En hvað ertu búin að hugsa eitthvað ef að til dæmis þú myndir ekki ná inn á þing núna, hvað tæki þá við hjá Ásmundi Einari? Þú hefur aldrei séð viðtal við íþróttamann fyrir mót og hann spurður að því hvað ætlar að gera þegar þú tapar leiknum. Nei. Þetta er samt áhugaverð spurning. Það er auðvitað bara þannig að bara segja það. Ég þegar þetta sprakk núna fór maður auðvitað í gegnum það í huganum og ég hef alltaf gert það. Er komin tími til að fara að gera eitthvað annað. Ég finn það að ég brenn fyrir þessi mál sem að lúta að sérstaklega börnum, einstaklingum í veikari stöðu. Mig langar ofboðslega til þess að klára lagafrumvarpið sem ég var að vinna að. Ég brenn fyrir það, sko, og það fær mig til þess að vakna á hverju morgni, að mæti í vinnuna til þess að berjast fyrir þessum málum. Þannig að ég geng eiginlega til þessara kosninga þannig að ekkert eiginlega, ég bara, mig langar til þess að fá stuðning í Reykjavík Norður til þess að halda áfram þessum verkefnum. Kemur bara ekkert annað til greina í þínum huga? Á þessum tímapunkti kemur ekkert annað til greina. Þú ert bara, skilurðu, ég finn bara að mig langar að fylgja þessum verkefnum eftir og klára þau, en farið það einhvern veginn öðruvísi þá tökum við bara á því. En ef þú nærðin á þing en Framsókn fær ekki að vera með í ríkisstjórna samstarfi, menn ennur að vera þarna í stjórnarandstöðu? Þá myndi ég, vegna þess að það sem ég hef gert, í öllu sem ég hef verið að vinna, hef ég leitast við að tengja sem flesta pólitíska flokka inn í það. Í öllu sem við höfum verið að vinna í barnamálunum, höfum við verið með þverpólitíska þingmannanefnd sem hefur verið að vinna því. Við höfum verið með þverpólitíska þingmannahóp núna í íþróttunum sem var að vinna innleiðingaráætlun í því. Í menntamálunum höfum við kallað menntamálanefnd til reglulega til þess að bara vera inn í málunum sem við verðum að vinna. Ég hef gefið bara það sem embættismenn allir hafa getað talað bara opinskátt.
þá myndi ég bara beita mér á þeim grunni, fylgja þeim málurum eftir í þinginu, en auðvitað það þannig að þegar þú ferð í kosningar að þá viltu í fyrsta lagi komast áfram til þess að vinna verkefnunum og í öðru lagi ert að reyna að komast í ríkisstjórn þannig að þar getur fyllt verkefnunum eftir af festu, þannig að ég þurfti bara að koma í podcast til þín eftir 2 vikur þá og ræða hina stöðuna sko, þannig að Hvað segðu mér í lokin svona bara persónulega, hvað síðasta bók sem þú last? Það orðið mjög langt síðan að ég hef verið með bók á náttborðinu. Og mikið að gera. Já, það bara dálítið mikið að gera sko. Það ég með bækur sem að lúta áföllum á náttborðinu núna. En ég hef ekki komist í að lesa bara í allangan tíma. En ertu að horfa á einhverja sjónvarpsþáttaseríu þessar myndir? Ég tek þegar ég kem heim á kvöldin þá ágætt að taka eitt svona Law and Order eða eitthvað svoleiðis sko. Law and Order, það FBI eða einhverju 5-6 þættir sem svona, kemur alltaf 9 hverri viku og það góða við þá að þeir sjálfstæðir. Kona mín segir ég sé alveg vonlaus að því ég vilja alltaf horfa á sjálfstæða þætti að því ef ég dett inn í eitthvað að þá bara finnst mér ég þurfa að klára það sko. En hvað finnst þér best að gera þegar þú átt frí? Þegar þú fær kannski 3 vikna frí og ferðast eða hvað finnst þér? Mér finnst, já, það bara að vera með fjölskyldunni og ferðast. Mér finnst mjög gaman að ferðast með fjölskyldunni og við erum duglega að fara á tónleika og fórum í sumar á Coldplay við hjónin með dæturnar. Svo fór ég á Metallica og Rammstein, þetta svolítið ólíkir tónleikar mér reynda með vinum mínum góðum. Ertu svo músíkáhugamaður? Já, ég svona með svolítið fjölbreyttan tónlistar smekk sko, en mesta upplifun sem ég hef eru þessi Rammstein tónleikar sko. Hvar voru þeir? Þeir voru í Prag. Það var eitthvað annað sko. Já, ég alveg sammálaður. Það bara, þú veist, Rammstein tónleikarnir sem voru í Laugardalshöll sko, held ég árið 2000. Það var eitthvað svakalegasta sem hefur verið sett upp á Íslandi. Þú veist, þessi tónleikar sem ég fór á voru á svona flugvelli gömlum fyrir utan Prag. Og og bara, það var eitthvað 70.000 manns. Og það bara titraði allt og eldurinn og þá getur líka klætt þig upp bara eins og allir hinnir. Og það þekkir það enginn. Þannig að þetta birtist ekkert á Smartland eða neitt. Nei, það gott. En þetta bara, bara ferðast og það svona, þú veist, mér langar til að ferðast meira. Ég tek undir það með þér. Og með krökkunum, þú veist, ég finn það líka að það svo, þú veist, og jafnvel þessar eldri sem ekkert jafnvel, þessar, þú veist, 16 og 18, þú veist, mér finnst svona gaman að fylgja þeim og það að verða svo fullorðnar sko. Mitt. Herðu, Ási, þetta búið að vera bara mjög fróðlegt og skemmtilegt og ég held með þér, ég hef alltaf kunnað vel við þig sem stjórnmálamann og auðvitað þessi barnamál bara gríðarlega mikilvæg og gott að sé einhver sem brennur fyrir þetta. Við sjáum til hvað gerist þegar að gengið þetta kosninga en ég óskaði góðs gengis og þakka þér kærlega fyrir spjallið. Takk fyrir spjallið, kærlega.